Við erum komin hér saman til að kveðja hinstu kveðju, kæra móður, tengdamóður, ömmu og langömmu, vinkonu og frænku, Ólöfu Fríðu Gísladóttur, eða Fríðu í Hrosshaga, eins og allir þekktu hana. Ég votta ykkur sem hér eruð mínar innilegustu samúðarkveðjur, þegar við í dag felum Fríðu og okkur öll í Guðs hendur á þessari stundu saknaðar og sorgar, sem líka stund fallegra og góðra minninga. Og fyrir þær allar erum við þakklát. Og við biðjum Guð að blessa þær. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Vertu nú yfir og allt kring með eilífri blessun þinni, sitji Guðs englar saman í hring, sænginni yfir minni. Amen. Davíðssálmur 121 talar sterkt til okkar sem búa hér á þessu svæði, þar sem fegurð og styrkur fjallanna sem við höfum fyrir augum mótar huga okkar og hjarta. Og hann hljóðar svo: Ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna,
Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottin vörður þinn. Drottin skýlir þér. Hann þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottin mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottin mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Amen. Í Efesusbréfi Nýja testamentisins standa þessi orð sem minna okkur einmitt á hvernig tónlistin og söngurinn tengja saman hjörtu mannanna og vinnur ætíð í þágu tengsla sem byggja upp, gleðja og blása í brjóst lífsástinni. Og það kemur sannarlega í hugann þegar við minnumst Fríðu.
Og þetta hljóðar svona: ávarpið hvert annað með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Syngið og loðið Drottin af öllu hjarta og þakkið jafnan Guði Föðurnum fyrir alla hluti í nafni Drottins vors Jesú Krists. Amen. Vegir liggja til allra átta, enginn ræður för. Hugleitar hljóðanátta hlógu orð á vör. Og laufsins græn á garðsins trjá og gleði þins í blænum. Þá voru hjörtun heit og hamingju okkar bænum. Vegir liggja til allra átta, á þeim verða skil. Margrið þrautin þungra nátta, að því ást og finna til. Og bíða þess að birtan víg og bleikur morgun rísi. Nú strýkur blærinn stafn og þyr, stynjandi garðsins hrísi. Svo líka Davíðssálmunum. Það segir stúpið, haf og hlað. Eins og þú fyllir þurra farvegi í suðurhöf. Þeir sem sjá með tárum munu uppskera með gleðisöng. Grátandi fara menn og bera sáðkorn til sáningar. Með gleðisöng koma þeir aftur og bera korn bindin heim. Aðeins þig.
aðeins þig. Sér hvern andartak alein, þú ert mér í huga og aðeins ég hugsa þig. Við megum rísa á fætur þegar við heyrum heilagt guðspjall sem stendur í 7. kafla Mattheusar guðspjalls. Þar sem Jesús segir: verið ekki áhyggjufull líf yðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, eða líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Er ekki lífið meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himins, hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður, og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Því eru þér áhyggjufull klæðnað. Hyggið að liljum vallarins, hversu þær vaksa, hvorki vinna þær né spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo gras vallarins, sem í dag stendur en á morgun verður í ofn kastað, skyldi hann þá ekki miklu fremur klæða ykkur. Þannig hljóðar Guðs heilaga orð og sæl erum við þegar við heyrum það og meðtökum í hjarta okkar. Amen.
flytjum veitingjarn í arf. En náð sé með yfir og friður frá Guði föður okkar og drottni Jesú Krist. Amen. Orðin þekktu í fjallræðu Jesú liljur vallarins og fugla himinsins eru einn af þessum textum Biblíunnar sem setja okkur sem heyrum í samhengi við sköpunina og náttúruna sem Guð gefur okkur. Á undan þessum orðum liljurnar og fuglana síðan þessi ámerking, eða öllu heldur heilræði sem við fáum að taka til okkar. Og þau eru svona. Safnið yfir ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem völur og rið eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið yfir heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölur né rið og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. Við kveðjum í dag konu með stórt hjarta sem gildi mikla fjársjóður, bæði himneska og jarðneska. Því hvað stór fjölskylda, löng ævi, sambýli við náttúruna, upplifanir og reynsla sem spannar næstum heila öld, annað en fjársjóður, sem auðgar lífið og gerir það þess virði að lifa því. Fríða lifði lengi og snerti líf margra, skapaði tengsl sem bæði nærðu hana og þau sem nutu samvistar við hana. Og þess vegna hugsum við fjársjóð þegar við kveðjum Fríðu í dag. Ólöf Fríða Gísladóttir fæddist 30. nóvember árið 1927 á bænum Ölkeldu í Staðarsveit á Snæfellsnesi. Hún var því rúmlega 97 ára hún lést á heimili sínu, á hjúkrunarheimilinu Bæjarási í Hveragerði 21. febrúar síðastliðinn. Fríða var dóttir hjónanna Gísla Þórðarssonar bónda og kennara og Vilborgar Kristjánsdóttur húsfreyju. Fríða ólst upp með stórum hópi systkina sem með henni gengdinni öll látin. Fríða átti bernsku árin sín í foreldrahúsum í Ölkeldu og hóf þar sinn námsferil hjá föður sínum sem kenndi börnum heimanum. Síðan fór hún í húsmæðraskólann á Staðarfelli í Dölum, þar sem grunnur var lagður af hagkvæmri vandvirkni sem hún tileinkaði sér með hæfileikum og iðjusemi og átti sannarlega eftir að koma sér vel, að búa yfir á því fjölmanna og barnmarga heimili sem hún átti eftir að stýra í Hrosshaga í Biskupstungum áratugaskeið. En frá húsmæðraskólanum á Staðarfelli lá leiðin á Hvanneyri, þar sem hún notaði starfskrafta sína í eldhúsi bændaskólans. Og sú matreynsla leiddi af sér langt og farsælt lífssamband. Því þar kynntust þau Sverrir Gunnarsson, búfræðinemi á Hvanneyri og efni í Stórbónda. Hann tengdist Biskupstungunum og örlögin höguðu því þannig að þau hófu sinn búskap í Hrosshaga eftir að hafa gengið í hjónaband á vordögum árið 1949. En áður að því kom dvaldi Fríða í Reykjavík, höfuðstaðnum, þar sem hún vann í sjoppu á Laugavegi 79,
eins og hún orðar það sjálf í minningarbrotum sín. Og það var hún líka að spila gítar sem eins og við vitum getur komið sér afskaplega vel. Enda lág tónlist og söngur vel fyrir því. Sverrir var fæddur og uppalinn í Reykjavík en tók við búskap í Krosshaga í Biskupstungum af Margréti Halldórsdóttur. Og þetta var allt upp á borðunum þegar Fríða og Sverrir ákváðu að rugla saman reitum sínum. Í þeim stórgóðu, fróðlegu og skemmtilegu minningarbrotum sem Fríða skrifaði til afkomenda sinna, eins og hún orðar, þá orðar hún þennan ráða hann mjög langt áfram, eða á þennan hátt. Sverrir vantaði konu til að eiga börn og svoleiðis. Svo ég stóð til, vissi ekkert hvað ég var að fara út í. Hann sagðist þegar traktor og stærðarjörn í Krosshaga. Og hann fékk pappa sinn til að senda sér bíl með ferjunni af því það upp í Borgarnes og keyrði með mér vestur af Ölkeldu til að sýna sig tilvonandi tengdafólki. Tilvitnað líkur. Og þarna var sem sagt ekki aftur snúið. Vorið sem þau, Fríða og Sverrir, giftu sig var kalt. Þess minnist hún. Svo kalt að þegar hún kom í Krosshaga fyrir júní voru ennþá snjóskaflar í lautum í túninu. Og þarna á þessum árum voru kannski ekki minnstu aðstæður sem byðu ungu frúarinnar í Krosshaga. Lítið af því sem við myndum kalla sjálfsögð þægindi í dag, eins og rennandi vatn eða rafmagn og það þurfti að bera allt skokk út. En þetta breyttist eins og svo margt annað, sem kynslóð Fríðu sá og upplifði á eigin skilning. Og það er ekki ofsögum sagt að vegasamgöngur og búskaparhættir hafi gjörbreyst á þessu svæði eins og víða annars staðar á landinu upp úr 1950 þegar hægt var að fara að þurrka upp land og breyta í nytjahag. Þetta var með tilkomu meðal annars skurðgröfnar. En í framhaldi voru fleiri og betri hús undir fólk, hey og skepnur reist og búskapurinn í Krosshaga blómstraði. Og árið 1959 kom rafmagn á bæinn og þá minntist Fríða þess að verkin urðu öll léttari. Og hún skrifaði að nú öfundaði hún kaupstaðarfrúrnar ekki neitt. Og þessi breytingarkynslóð sem að Fríða tilheyrði gerði meira en að byggja og nema land, eins og segir í kvæðinu. Því að hún dró líka vagnin í uppbyggingu fjölbreytts félagslífs í sveitinni. Og þar var Fríða ekki síst heldur fremst í flokki. Enda félagslynd og mannelsk með afbrýðum og sóttist í glaðlyndan og uppbyggjandi félagsskap. Hún var stofnfélagi Skálholtsskótsins og söng með honum. Tók þátt í leikfélagi Ungmennafélagsins, Kvenfélagsins og svo ekki síst spilakvöldu með góðum grönnum. Allt þetta hafði fólk tíma fyrir. En það breyttist fleira því samhliða því sem jörðin og búskapurinn döfnuðu komu börnin í heim, eitt af öðru. Börn Fríðu og Sverris eru Halldór, kvæntur Gunnþórunni Jónsdóttur, þau eiga Flóka, Sólveig og Halldór og 7 barnabörn. Gísli sem kvæntur Guðrúnu Ástu Einarsdóttur og til samans eiga þau Hjálmar, Bryndísi Björk, Eyrúnu Ösp og Hindi, 6 barnabörn og 1
sem kvæntur Sigríði Jónínu Sigurfinnsdóttur og eiga þau Henríettu Ósk, Jón Ágúst, Ástu og Signu, auk 14 barnabarna. Margrét sem gift Helga Guðmundssyni og eiga þau Þór, Eyju, Ketil, Fríðu og Andra, 13 barnabörn og 2 barnabarnabörn. Ólöf sem á Töru Róbertsdóttur. Tara býr á Englandi og kemst ekki til að vera með hér í dag. En hún sendir kærleikskveðjur til allra og með okkur í anda til að kveðja yndislega ömmu sína. Og Ingibjörg sem gift Óttari Ægir Baldurssyni og eiga þau í sameiningu Nönnu Dröfn, Gunnar Þórkell, Öddu Maríu og Vilborg og 7 barnabörn. Í þeim dýrmætu minningarbrotum Fríðu sem byggja á dagbókarskrifum hennar og Sverris, en þau héldu dagbækur fram á háan aldur sem nú innihalda ómetanlegar upplýsingar fyrir þau sem eru lítil og sýna líka hvað Fríða átti auðvelt með að tjá hugsanir sínar og líðan. Og í þessu minningabrotum þau eru nákvæmlega nokkuð sagt frá allstæðum hverjar fæðingar barnanna hennar fyrir sig, hvað það fóru fram og aðrar lykilupplýsingar fylgdu eins og lengd og þyngd og allt svoleiðis. Þegar systkinin 6 eru komin í heiminn, þá var heimilið náttúrulega fjölmennt og annríki húsmóðurinnar eftir því. Og ekki skyldi gleyma öðrum börnum, gestum og gangandi sem þar voru og þurftu og þáðu sitt. Og það voru ekki skreppitúrar í verslanir frá Hrossaga í boði, en það kaffistampar og stórir hveitipokar ætíð á sínum stað. Og Fríða talar líka svo fallega sveitina sína og öll börnin sín, sem voru, eins og hún segir, svo yndisleg og hraust. Á öðrum stað skrifar hún: Ég vildi að ég hefði lært aðeins meira uppeldi barna. En það sjáum við að henni hefur farist fleiri hluti eins og annar. Og Fríða fékk sannarlega að fylgjast með sínum börnum og þeirra börnum og barnabörnum, vaxa og dafna, enda stór og myndarlegur hópur þar á ferð. Og það má segja að hún hafi alla tíð haft marga í fanginu, sannkölluð ættmóðir. Þegar börnin fóru að vaxa á grasi og bjarga sér meira sjálf, fór Fríða að taka að sér störf utan heimilis. Hún starfaði meðal annars við slátrun í Laugarási, veitingaþjónustu í Aratungu, þar sem ferðafólk var þjónustað, og við Skálholtsskóla. Á þeim árum urðu líka til vinatengsl og mig langar að deila hvernig ein samstarfskona minnist Fríðu með hlýju og þakklæti. Fríða var yndisleg kona, mikil gleðigjafi og svo gott að hlæja með henni. Það var oft mikið fjör í eldhúsinu í Skálholtsskóla. Það var gott að vinna með Fríðu, gott að leita ráða hjá henni og bara vera með henni. Hún gaf alltaf hlýtt og fast faðmlag þegar þeir hittust. Fríða og Sverrir bjuggu í Hrossaga alla sína búskapartíð utan 2 ár sem þau áttu heima í Laugarási og ráku garðyrkjustöðina Akur, sem þau stofnuðu í byrjun 8. áratugarins. Upp úr aldamótum síðustu, þegar þau höfðu hætt búskap, fluttu þau að dvalarheimilinu Ási í Hveragerði og þá byggðu þau í Hrossaga sumarhús sem þau áttu skeið. Árin í Hveragerði gerðu þeim Fríðu og Sverrir gott. Þau nutu frelsis og félagsskapar og
gátu nú einnig synd fyrir ástríðu að ferðast. En þau höfðu reyndar uppgötvað hana aðeins fyrr, eftir að fyrsta ferðin til Tenerife var farin árið 1976. Sverrir lést á Þorláksmessu árið 2019 og flutti Fríða þá á hjúkrunarheimilið Bæjarás í Hveragerði, þar sem hún lést 21. febrúar síðastliðinn. Í Bæjarási naut Fríða frábæru umönnunar starfsfólk og fyrir það færa aðstandendur kærar þakkir. Við minnumst í dag konu sem skapaði minningar og fjársjóði í lífi þeirra sem hún tengdist. Og við minnumst hennar sem hæfileika ríkar og duglegar konu sem fann gleðina í sköpun og tjáningu, í söng, dansi, leik og handverk. Hún var góð í öllu þessu. Við minnumst konu sem átti fjársjóði og minningar frá langri ævi, þar sem margt reyndi á, margir sigrar unnust og margar áskoranir knúðu til. Við kveðjum Fríðu sem elskaði alvöru ölkeldubarn í uppvextinni og Amarúlla þegar árin fæddust yfir. Nú hefur hún fengið hvíldina sem hún hefur örugglega látið sig dreyma svo oft þegar ys og þys heimilishaldsins gáfu litla möguleika til þess. Guð blessi minningu Ólafar Fríðu Gísladóttur. Amen.
Við sameinumst í bæn og við þökkum þér almáttugi Guð fyrir sér hverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir vonina til eilífs lífs sem þú hefur endurfætt okkur til fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Lít í náð til Ólafar Fríðu sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Ver okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Varðveit okkur í trúnni á þig, að við megum ásamt þeim sem þú hefur endurleist, lofa þig og vegsama að eilífu. Amen. Og við sameinumst í bæninni sem Drottinn kenndi og biðjum saman hvert með öðru og hvert fyrir öðru. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins okkar Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesú sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig, mun lifa þótt hann deyi.
Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Og af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Við megum standa áfram og taka undir í sálminum Allt eins og blómstrið ein.